Góðan daginn, Valur heiti ég, kannist kannski við mig, ég í sveitafélagahópnum, en það sem við ætluðum að kynna fyrir ykkur í dag er ný kerfiseining sem heitir kostauppgjör. Þetta kerfi gerir er að það er að lesa inn upplýsingar pósafæslur frá kortafyrirtækjunum og bóka í kerfinu. Það sem við ætlum að gera í dag er að við ætlum að fara yfir hvaða vandamál við teljum að okkur verði að leysa með þessu kerfi. Við munum fara yfir hvernig bókunarferillinn er frá A til Ö og við munum síðan sýna ykkur inn í kerfið sjálft. Bæði sýna ykkur hvað uppsetningin er einföld og síðan hvað ferlið sjálft er rosalega einfalt. Þannig við dembum okkur í það að vandamálið sem við teljum okkur að leysa er að sum sveitafélög eru með mjög marga samninga við kortafyrirtæki og jafnvel við bæði kortafyrirtækin. Þannig að fjöldi samninga getur verið mikill því það geta verið pósar út allt og eins einhverjar vefverslanir eða vefumsóknir frá okkur eða bara hvað sem er. Vandamálið er að uppgjörinn á þessum færslum berast á pappír og það hingað til hefur ekki verið leið til að bóka þetta vélrænt. Þarf þetta að handskrást inn í kerfið og bókast með færslubók. Bæði er það mikil handavinna og eins er mikil villuhætta þegar þetta er svona. Og þá getur verið mjög erfitt að stemma þessa hluti af. Lausnin sem við höfum á þessu vandamáli er að lesa bara beint inn frá kortafyrirtækjunum uppgjörsfærslurnar og það er þá búið að setja upp feril hvernig hlutirnir eiga að bókast, þannig að það bókast allt bara nákvæmlega eins mánuð eftir mánuð og í raun með mjög lítilli fyrirvara. Ef við kíkjum bara á bókunarferilinn og ég setti hérna upp bara basic T-reikninga, því ég svo rosalega gaman að bókhaldi. Við erum hérna með viðskiptamann sem er með skuldareikning upp á 5.000 og hann mætir á bæjarskrifstofuna og rennir kortinu í gegnum pósann og þá verður til færsla þar sem að það fyrir kredit á viðskiptamanninn og debet í þessu tilfelli notum við dummy viðskiptamann. Það getur verið félagsmiðstöð eða bæjarskrifstofur eða í raun hvað sem er og það er þá hægt að sundurliða eins mikið eða lítið og fólk vill. En allavega þá flyst þetta af viðskiptamanninum á viðskiptamann og þetta er semst færslan sem verður til þegar greiðslan er bókuð. Það sem kerfið, kortauppgjörskerfið, mun síðan gera er að það sækir færslur frá kortafyrirtækinu og allar upplýsingar kostnað og slíkt og bókar það á rétta lykla sem hafa verið uppsettir fyrir þá tegund af kostnaði og bókar eftirstöðvarnar inn á dummy bankareikning. Ég nota þarna dummy viðskiptamann og dummy bankareikning en þetta getur náttúrulega verið bara beint inn á fjárhagsreikning ef það er það sem fólk vill. Já, við notum líka viðskiptamann vegna þess að Centara hefur hingað til verið að bóka á viðskiptamenn. Centara kassakerfið. Þetta er eitthvað sem hefur hingað til verið gert í höndunum, gert handvirkt þá í færslubók og þá með pappír til að stemma sig af og þar myndast náttúrulega ákveðin villuhætta. Síðasta færslan er svo þegar greiðslan berst frá kortafyrirtækinu, þá kemur debet á
á bankareikningin og kredita á dummy bankareikningin. Þess að staðan þar er hreinsuð út. Þetta getur annarkvort verið gert handvirkt, getur verið gert þegar bankaafstemmingin er gerð eða jafnvel gert með þekktum færslum í bankasamskiptakerfinu. Ef þið vitið ekki hvað þekktar færslur eru í bankasamskiptakerfinu þá mæli ég með örnámskeiði það efni. Það er basically hlutur í bankasamskiptakerfinu þar sem þeir geti sett upp svona reglulega færslur og bókað á einfaldan hátt. Alltaf eins. Þannig hlutir eins og staðgreiðslan og svona innborganir frá kortafyrirtækjum geta verið bara mjög fljótlegar með því. En nóg um það, við skulum kíkja þá bara inn í kerfið og hérna er það. Við ætlum aðeins að skoða Valitor í dag en SaltPay er alveg sambærilegt. Ekki nákvæmlega eins en mjög sambærilegt. Við munum bráðarlega útbúa örnámskeið fyrir þá annarkvort Valitor og SaltPay þar sem verður farið í hlutina í svona meiri smáatriðum. En byrjum hérna, smellum á Valitor, kíkjum í stoppgögn. Þetta er þá glugginn. Fyrsta sem þarf að vera gert er að það þarf skilgreina tímabilið sem við ætlum að sækja. -4 vaff því þá 4 vikur aftur í tíman. Myndi halda það ætti að vera nóg að vera með -2. En fyrir þetta dæmi þá erum við með -4 og síðan þá til dagsins í dag. Högin sem er hérna í boði, það er lesa inn sölur og þetta er eitthvað sem þarf ekki vegna þess að sölurnar eru almennt bókaðar beint í kerfið á annan hátt. Þetta er eitthvað meira sem er notað af eins og vefverslunum til þess þá að bóka söluna. Það sem við ætlum að haka í er hérna að lesa inn uppgjör og síðan er hægt að setja hak hérna í sækja allar greiðslufærslur en þess þarf ekki fyrir það sem við erum að gera. En með því að haka í það þá getið séð alla færslurnar sem eru á baku bunkan. Síðan þarf þá bara að skilgreina hérna undir uppgjör færslubók þar sem þetta er bókað og númerröð fyrir þá færslubók. Og við mælum alveg eins með því að það sé bara stofnuð sérstök færslubók fyrir þessa færslur og þetta sé í sérstakri númerröð til að halda þessu alveg aðskildu frá öllu öðru. Síðan eru bara hérna tengiupplýsingar og eitthvað drasl sem við þurfum ekki að fikta í. Næsta sem þarf að skoða er þetta hérna uppgjör. Þar skilgreinum við, þetta eru allar tegundir af alls konar kostnaði sem getur komið frá kortafyrirtækinu og við þurfum að skilgreina á hvaða fjárhagslykil við viljum að það bókist. Í þessu tilfelli þá settum við bara sama lykilinn allt saman. Deildin er síðan skilgreind á lyklinum sjálfum og við skoðum það betur á eftir. En hérna getið þið þá sett hvaða lykil sem er. Hérna er korta tegundir. Og þá er hérna allar tegundir á kortum og það er þá hægt að skilgreina hvort það er sett á fjárhag, viðskiptamann, lánardrottning, bankareikning. Hérna höfum við ekki neitt skilgreint vegna þess að það er einnig hægt að skilgreina þetta á samningnum beint og við kjósum að gera það. Hvað er þetta hjá mér? Þessi hnappur hér, skrá, það opnar sem sagt samskiptasöguna við Valitor og það er þá ef það verða einhverju villur til þess ráttnótunar og lykilorð þá kemur það upp hér og það er síðan hægt að hreinsa bara þegar hlutirnir eru í lagi. Þegar þetta er allt saman uppsett þá þarf að fara hérna í samningar og
inn í samninga þá þarf að fara í aðgerðir og sækja samninga. Kerfið hefur þá samband við Valtor og kemur þá með alla samningana sem þessi notandi hefur aðgang að. Bæði þá vefsölu samninga og fyrir posa. Og hér er þá ákveðin uppsetning sem þarf að eiga sér stað. Hérna er hægt að skilgreina deild fyrir kostnaðinn, þannig að það var hægt að setja kostnaðinn á þá deild þar sem hún er raunverulega heima, eða það er bara hægt að setja þetta á 28 deild ef það er það sem fólk vill. Afsakið þetta. Það þarf að skilgreina viðskiptareikning ef þetta er bókað af viðskiptamann og það þarf þá að skilgreina hérna viðskiptamannin. Við gerum þetta svona þannig að það er hægt að hafa mismunandi viðskiptamenn fyrir mismunandi samninga. Það er þá hægt að sundurliða það eins og hendar. En nota þá sama viðskiptareikningin fyrir alla viðskiptamennina. Síðan að þetta hak hérna virt, það skilgreinir hvort að það myndist færslur fyrir þessa samninga eða ekki. Og síðan þá tegund hérna uppgjörsreikning það þá hvert mótfærslan bókast. Og í þessu tilfelli þá erum við bara að setja það á dömmi bankareikning. Og lokum er hérna hvenær síðast var keyrt fyrir þessar færslur. Þetta er í raun öll uppsetningin sem þarf bara fyrir hvern og einn samning. Þannig að þegar þetta hefur verið sett upp þá þarf ekkert að hrófla við því meir. Þá er uppsetningin í raun og veru komin. Er hægt að keyra aðgerðina hér, verk, Valtor, innlestur eða hreinlega hérna á forsíðunni. Þá erum við með hnapp, Valitor, sækja og bóka. Smellum á hann. Hún spyr hvort við viljum lesa hérna fyrir ákveðið tímabil. Við segjum já. Hún hefur samband við Valtor, sækir færslurnar og myndar færslubók. Og ef við kíkjum bara á hana, þá erum við með hérna bara gott dæmi að það bókast hérna kreditkortafærsla, kostnaðurinn fer hérna á deildina sem er skilgreind og réttan lykil og eftirstöðvarnar, sem sagt það sem mun koma frá kortafyrirtækinu, bókast inn á þennan dömmi bankareikning. Sama dag kemur debitkortafærsla sem fer þá bara beint inn á bankareikningin út af það er engin kostnaður sem tilheyri því. Þetta kemur síðan hérna nokkrar færslur á þessu tímabili og hérna til dæmis reikningur fyrir pósaleigunni og hann dregst frá greiðslunni og allt saman bara lítur vel út. Þetta er í raun bara hægt að bóka. Það sem ég langaði svo að sýna ykkur hérna, þegar þið eru búin að lesa inn, að þá er hægt að sjá það sem hefur verið lesið inn, það er hérna undir uppgjörsyfirlit. Þá sjáum við hérna öll uppgjörin fyrir þetta tímabil, þau koma ekki öll í færslubókina út að ég galdraði smá á baku tjöldin. En hérna er þess að hægt að sjá bara bæði fyrir debit og kredit, hverju tölurnar eru, kostnaðinn allan, allt sem er frádregið. Það er hægt að sjá hvort það sé búið að bóka, hvort þetta sé búið að fara í færslubók, brúttóupphæðin hérna aftast. Þannig að allar upplýsingar sem þið muni nokkuð tíðan þurfa eru hérna inni. Og eins ef þið setti þarna hakið í að sækja allar færslur, þá er hægt að fara hérna undir aðgerðir og fara í færslur hérna til að sjá þá allt sem er á bakvið allar þessar uppdæðir. Þetta er bara allir ferillinn. Þetta er ekki flóknara en þetta. Og þetta er hægt þá að keyra einu sinni í viku, einu sinni í mánuði, whatever. Og í raun þegar þið eru búin að keyra þetta nokkrum sinnum og eru bara sátt, þá er hreinlega hægt að setja þetta upp í verkröð. Sem þýðir að þetta gerist bara sjálfum sér. Sæki færslurnar, bókar færslurnar. Og þið þurfum þá bara að fylgjast með stöðunum á viðskiptamönnum eða á viðskiptamönnum og
og dömmi bankareikningum. En annars ætti þetta bara að rúlla. Þannig að það sem þið fáið út úr þessu er að þetta er alltaf bókað eins. Þetta er alltaf bókað á þá réttum tíma. Þetta safnast ekki upp. Þetta býður ekki eftir að einhver komi úr COVID-veikindum eða eitthvað svoleiðis. Og þið getið sett kostnaðinn á rétta staði ef það er það sem þið viljið. Og náttúrulega tekur þetta mikið minni tíma heldur en hitt. Það var svo sem ekki fleira í dag, þannig mér langar bara að bjóða ykkur að koma með spurningar. Íslendingar eru samt almennt svona frekar feimnir að koma með spurningar á svona fundum, þannig að þið vitið þá að þið getur bara sendt okkur post á Sveit@Væs. Við erum sem sagt að klára uppsetningu á þessu kerfi í 2 sveitarfélögum, þannig að það er í raun ekki mikil bið eftir að koma sér í gagnið. Þannig bara ef þið hafið áhuga þá endilega sendið okkur post á Sveit@Væs. Ég vil persónulega meina að þetta sé eitthvað sem flest sveitarfélög gætu haft þörf fyrir. Að tímasparnaðurinn er alveg talsverður og gerir allar afstemmingar á þessu mikið auðveldari. Annars langaði mig bara að minna á skráninguna á námskeiðin. Næsta námskeið er eftir 2 vikur. Þá ætlum við að skoða Power BI-lausnir. Og síðan þar eftir kemur hafnakerfi, mælakerfi og síðan mæti ég aftur með sjálfvirknivæðingu í bókhaldi. Einstakt áhugamál mitt. En þá segi ég bara takk fyrir í dag.